Formaður Sjálfstæðisflokksins, ágætu fundarmenn, nú komið að lokum þessa vinnusama og annarsama dags sem við höfum átt hér saman frá því í morgun. Við höfum lagt að baki heilmikla vinnu til undirbúnings kosningabaráttunnar sem núna að fara í hönd. Við höfum lagt drög og samþykkt stjórnmálaályktun sem grunnur að þessu starfi og ég tel að þetta hafi verið árangursríkur dagur. Nú hins vegar tekur til máls formaður Sjálfstæðisflokksins Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra. Kæru vinir, ég hef þá bjargföstu trú að við Íslendingar séum á réttri leið. Við eigum að halda áfram á þeirri braut sem við höfum mótað og Sjálfstæðisflokkurinn mun ekki láta sitt eftir liggja á þeirri vegferð. Þetta snúast kosningarnar í reynd, kosningarnar nú í haust og það hlutverk okkar Sjálfstæðismanna að sýna fram á annars vegar þann árangur sem náðst hefur og hins vegar að varpa ljósi á þau miklu tækifæri sem framundan til þess að auka velferð og bæta hag allra landsmanna. Okkar skilaboð til kjósenda skýr. Sanngjarnt og réttlátt þjóðfélag byggist á því að einstaklingurinn sé frjáls og án óþarfa afskipta stjórnvalda. Allir séu jafnir fyrir lögunum, allir fái notið tækifæra til að finna kröftum sínum viðnám í leit að meiri lífshamingju, betra lífi. Forsenda velferðar verðmætasköpun á grundvelli almennra og gegnsærra leikreglna. Höfuðskylda okkar allra að hlúa þeim sem minna mega sín, aðstoða þá sem hjálpar þurfi. Okkar hugsjón grundvallast á frelsi og ábyrgð, jafnrétti og samkennd. Og við vitum að Íslendingum farnast ávallt best þegar að víðsýn og frjálslynd framfara stefna ræður för. Og við vitum að það fólkið í þessu landi sem í elju sinni og dugnaði býr til verðmætin og gerir það best þegar það frjálst af óþarfa afskiptum og ytri skilyrði sanngjörn, réttlát og heilbrigð. Það engum vafa undirorpið að eftir því sem okkur hefur tekist betur að laga umhverfi atvinnulífsins að þessum meginmarkmiðum, þeim mun meiri hefur verðmætasköpunin verið og þetta á ekki bara við atvinnulífið, þetta á við listalíf, menningu, þetta á við allt mannlíf á Íslandi. Gerum fólki kleift að sýna hvað í því býr. Treystum fólki og treystum á fólk, getu þess og kunnáttu og verðmæti verða til, lífskjör batna og lífshamingja vex. Við Sjálfstæðismenn höfum haft þessi gildi í hávegum. Þau forsenda framfara og undirstaða velferðar í landinu og bættra lífskjara allra Íslendinga. Þetta lykilskilaboð okkar Sjálfstæðismanna fyrir komandi kosningar. Ágætu flokksráðsmenn, formenn og góðir Sjálfstæðismenn hvaðanæva af landinu. Það verður kosið eftir 6 vikur og nú hægt að segja að kosningabaráttan hafin. Og ég veit að ég ekki einn að hlakka til fundar með kjósendum. Það hefur við séð mjög glögglega hér í dag. Eftirvæntinguna í andliti nýrra frambjóðenda og þeirra sem nú koma að nýju til þátttöku í kosningum. Við leggjum verk okkar á kjörtímabilinu stolt í dóm kjósenda.
Við ætlum að nota tækifærið í leiðinni til þess að ræða okkar framtíðarsýn, okkar helstu stefnumál, okkar áherslur og við hlökkum til þess fundar. Á undanförnum dögum höfum við séð nokkra félaga segja sig úr Sjálfstæðisflokknum og finna sér annan pólitískan vettvang. Ég segi fyrir mitt leyti það að sjálfsögðu eftirsjá af góðu samstarfsfólki. Ég óska þeim allsins besta, þeim sem hafa fundið sér nýjan vettvang, en okkar starf heldur einfaldlega áfram, því verkefnin eru aðkallandi. Hér í þessum sal, all land, á öllum aldri, fjöldinn allur af fólki, Sjálfstæðisfólki, sem tilbúinn í þá vinnu sem bíður okkar. Við erum kraftmikill og lifandi flokkur og við verðum það ávallt, flokkur með styrk og staðfestu, flokkur sem verður ekki brotinn á bak aftur. Við höfum ákveðna sýn í þessum efnum. Sjálfstæðisflokkurinn á ekki og hefur aldrei átt tilkall, eitthvað sérstakt tilkall til stuðnings. Við áskiljum okkur ekki neitt slíkt. En við leggjum þeim mun harðar af okkur að ávinna okkur traust og nýja fylgismenn. Og það gerum við best með því að skila góðum árangri. Og á sama hátt þá á engin einstaklingur Sjálfstæðisflokki. Þá heldur engin sem í honum starfar tilkall eða kröfu eitthvað sér til handa, ekki sá sem hér stendur og ekki nokkur annar. Við störfum í Sjálfstæðisflokknum af óeigingirni á grundvelli þeirra stefnu og markmiða, þeirra gilda og þeirra hugsjóna sem skilgreina Sjálfstæðisflokkinn, allt í þeim tilgangi að koma góðu til leiðar í íslensku samfélagi og í þágu fólksins sem býr á þessu góða landi. Þetta hefur skilað árangri og við göngum nú til kosninga sannfærð að þetta muni áfram skila árangri því við erum á réttri leið. Kæru vinir, á undanförnum árum hefur orðið algjör viðsnúningur í efnahagsmálum. Hér lítil verðbólga, atvinnuástand gott, laun hafa hækkað, kaupmáttur vex hröðum skrefum. Aukinn stöðugleiki hefur skilað öllum almenningi meiri hagsæld, meira öryggi. Og þennan árangur ber fyrst og fremst að þakka fólkinu í landinu. Harðduglegu fólki allt land sem stendur sína vakt í vinnu, hugsar sína nánustu, að ógleymdum öllum þeim sem vinna óeigingjarnt sjálfboðaliðastarf til að bæta samfélagið. Og nú skiptir öllu að við Íslendingar lærum af reynslunni, beitum langtíma hugsun og varðveitum þann mikla árangur sem hefur náðst. Þannig getum við sótt fram á traustum grunni. Og það ástæða fyrir því að ég vil hnykkja á þessu hér. Það ástæða til þess, góðir fundarmenn. Kosningar eru ekki einhver samkvæmisleikur. Það eru alvöru mál undir. Stundum þegar ég og dóttir mín förum í bílferð og hún 4 ára, þá spyr hún mig hvað ætlar að gera við peningana sem frún í hamborgara gaf þér, pabbi? Í aðdraganda þessara kosninga þá tala margir eins og við séum í þessum samkvæmisleik. Það eru heilu framboðin sem að virðast hafa verið mótuð ekkert annað heldur en stór útgjaldaloforð í allar áttir. Það ágætt að muna að stundum sagt að það fátt í heiminum jafn ókeypis og annarra manna fé. Við tökum ekki þátt í þessum leik. Við þekkjum því miður of mörg dæmi í sögu Íslands skelfilegar, afar slæmar afleiðingar óstjórnar í ríkisfjármálum með tilheyrandi verðbólgu, látlausum óstöðuleika sem skila sér bara í óöryggi fyrir heimilin í landinu og ófriði
á vinnumarkaði. Við Sjálfstæðismenn ætlum áfram að halda áfram á braut hallalausra ríkisfjármála. Við ætlum að tryggja hallalausan ríkisrekstur áfram vegna þess að það er aðeins með ábyrgri stjórn ríkisfjármála og efnahagsmála sem við getum lagt traustan grunn að sókn á öllum sviðum samfélagsins. Og við munum halda áfram að leggja okkar af mörkum til þess að efla frið og stöðuleika á vinnumarkaði. Þeir hlutir sem að gerast þar þessi misserin eru sögulegir og ég ber þá von í brjósti að þegar við höfum mótað nýtt vinnumarkaðslíkan fyrir Ísland, þá göngum við inn í tíma meiri stöðuleika, lægri verðbólgu, lægri vaxta og enn meiri og betri lífskjara heldur en við höfum mátt venjast fram til þessa dags. Það er þess vegna til mjög mikils að vinna. Góðir fundarmenn, Sjálfstæðisflokkurinn er eini flokkurinn sem lofar lægri sköttum og gjöldum og stendur við það. Vinstri flokkarnir, þeir ganga enn og aftur til kosninga með hugmyndir að hækka skatt. Nú er talað um það að það verði að vera hér við lýði 3 þrepa tekjuskattskerfi, svo dæmi sé nefnt. En það hefur verið lögfest að það skuli falla niður næstu áramót. Og það er ekki bara svo að vinstri flokkarnir, þeir virðist aldrei geta fundið tíma til þess að lækka skatta. Eftir því sem að árin líða, þá sýnist mér að þeir geti bara aldrei lifað eitt að einasta ár þar sem að þeir eru ekki að leita tilefni til að hækka skatta. En tekjuhlið ríkisfjármálana er ekki sjálfstætt efnahagslegt vandamál okkar Íslendinga í dag. Það er ekki svo. Og menn verða að fara að átta sig á því að tekjuhlið ríkisfjármálana ræðst fyrst og fremst af vexti og viðgangi atvinnulífsins og það er ætlast til þess af okkur að fólkinu sem stendur undir öllum þessum skattgreiðslum að við á hverjum tíma tökum ekki meira af fólki eða af atvinnulífinu í skatta og gjöld en nauðsyn ber. Við eigum og við ætlum að virða framtakssemi og vinnu fólksins í landinu með þessari stefnu. Við vitum líka að það eru mörg stóru verkefni sem bíða okkar. Ekki bara uppbygging á heilbrigðissviðinu, ekki bara að halda áfram að vinna betra almannatryggingakerfi og enn þéttara velferðarneti á Íslandi, heldur ný og dálítið óvænt verkefni eins og það að við Íslendingar erum nú á alveg sérstökum bekk meðal þjóða í Evrópu hvað varðar eignarhlut ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Og ég hef áður komið inn á það á landsfundum að við eigum að vinna því að losa ríkið við banka. Það er engin ástæða fyrir ríkisreknu fjármálakerfi á Íslandi. Ég hef talað fyrir því að ríkið farið með stóran hlut í einum banka en aðra banka á að selja. Ekki bara til að skapa tækifæri til þess að byggja upp innviði og greiða niður skuldir, heldur vegna þess að það er þannig sem að málunum er best fyrir komið. Og ég hef sömuleiðis talað fyrir því að það væri heppilegt ýmissa hluta vegna, meðal annars vegna stærðar bankana, að koma þeim milliliðalaust beint í hendur almennings. Það hjálpar til við að koma þeim á skráðan markað, það hjálpar til við að finna nýja eigendur og það er líka í samræmi við þá hugsun sem að við Sjálfstæðismenn fylgjum, sem er svo að eignir ríkisins séu þegar allt kemur til alls í reynd eign borgarana í þessu landi, fólksins í landinu. Þess vegna finnst mér að við eigum að ganga til kosninga með þá stefnu sem við höfum rætt hér í dag, að drjúgur hluti banka gangi beint til fólksins í landinu samhliða því að hann verður skráður á markað. Þetta er það sem við köllum að almenningsvæða fjármálakerfið, að almenningur verði þáttakandi, hluthafi í fjármálakerfinu, eigi beina hagsmuni af rekstri fjármálafyrirtækjanna í landinu og við stefnum hugmyndinni almannavæðingu bankakerfisins fram
á móti hugmyndinni samfélagsvæðingu banka. Eins og ég hef hér vikið að, þá víða verk að vinna í opinberri þjónustu, víða verk að vinna, en góðir hálsar, við skulum ekki gleyma því sem vel gert. Í dag birtast okkur fréttir af því að þegar 1870 vísindamenn koma saman frá 124 löndum til að leggja mat á frammistöðu ríkja við að tryggja heilbrigði fólks, öryggi og varna sjúkdómum, að þá niðurstaðan sú að Ísland vermir fyrsta sætið í árangri. Þetta að sjálfsögðu virkilega ánægjulegt á sama tíma og við vitum að það áframverk að vinna og þetta til vitnis frábært starf, mikla þekkingu og getu, færni fólksins sem starfar á þessum sviðum hér á landi. Við þurfum á þessu sviðinu að halda áfram. Stærsta einstaka verkefni að ljúka byggingu Landspítalasjúkrahússins. Við erum að fullhanna meðferðarkjarnann. Við höfum sett mikla fjármuni í það, mikinn tíma í að þróa og hanna þá hugmynd og við ætlum ekki að láta verk úr hendi falla, við ætlum að fara fulla ferð áfram og ljúka byggingu á glæsilegum nýjum spítala. Við þurfum líka að auka aðgengi að nýjum lyfjum. Við höfum gert mikið á því sviðinu, við þurfum að halda áfram. Draga úr greiðsluþátttöku sjúklinga og við þurfum að bæta aðgengi almennt að heilbrigðisþjónustunni. Bæði með því að styrkja heilsugæslunetið, ekki bara hér á höfuðborgarsvæðinu, heldur allt land og almennt að lækka kostnað fyrir notendur þjónustunnar. Og það ágætt að tala bara fyrir einfaldri stefnu hér. Það einfalt að koma þessu í orð. Efnahagur fólks á ekki að ráða aðgengi að heilbrigðisþjónustu á Íslandi. Það stefna sem við fylgjum. Og við skulum bara segja það eins og og allir vita, það eru dæmi hið gagnstæða í dag. Það eru málin sem við ætlum að taka á. Við ætlum að gera það myndarlega og við ætlum að gera það í anda þeirra stefnu sem heilbrigðisráðherra hefur þegar mótað og unnið hefur verið eftir fram á þennan dag. Við vitum líka að það þarf að bæta kjör aldraðra og öryrkja. Við þurfum að tryggja öllum lágmarkstekjur til lífsviðurværis. Og við höfum unnið að öllu þessu og við vitum að meira þarf til. Það eiginlega tvennt sem skiptir mestu hér. Það þarf að hækka bæturnar í kerfinu. Við vinnum núna að einföldun á almannatryggingum með nýju frumvarpi sem liggur fyrir þinginu og við þurfum að innleiða frítekjumörk. Það sanngirnismál. Þannig að þeir sem hafa í jafnvel áratugi haft fyrir því að leggja fyrir til hliðar til þess að njóta betri lífskjara á efri árum, þeir sjá einhvern árangur af því. En það sé ekki allt saman étið upp í regluverki og með einstökum lagaákvæðum. Þetta heitir að hjálpa fólki til sjálfshjálpar. Sá sem komin á efri ár og vill geta unnið, þó ekki nema hlutastarf til þess að bæta framfærslu sína, hann má ekki hitta fyrir vegg laga og regluverks sem að leiðir til þeirra niðurstöðu að hann hefði betur setið heima. Og við ætlum ekki að styðja kerfi sem hægt að halda fram að festi fólk með einhverjum hætti í fátækragildru. Við ætlum að hjálpa fólki til sjálfshjálpar. Og ég hef nýlega vakið sérstaklega máls á því að okkur víðar að mistakast. Við þurfum að gera betur á fleiri sviðum. Sérstakt áhyggjuefni á að vera fyrir okkur, ungt fólk sem okkur að mistakast að hjálpa þegar að það lendir í vanda, snemma á lífsleiðinni, kannski þegar það dettur út úr skóla á unglingsárum og lendir í vanda. Þetta á ekki síst við unga drengi í dag, það sýna dæmin. Og við verðum að horfast í augu við það að allt of margir ungir drengir á Íslandi eru á hverju ári að hætta í námi eða vinnu og eru skömmu síðar komnir í félagslegan vanda, orðnir háðir vímuefnum
og jafnvel farnir að ofneita ýmsum lyfjum og okkur einfaldlega að mistakast að grípa hér inn í nægilega snemma. Vegna þess að þessi leið sem þessir ungu drengir og svo margir aðrir lenda inn á, hún endar fyrst og fremst inn í almannatryggingakerfinu með dómi örorku og þegar að þangað komið þá sýna dæmin að leiðin tilbaka getur verið svo miklu lengri og flóknari. Þannig að það sem við þurfum að gera, ríki og sveitarfélög í samvinnu, að grípa fyrr inn í, hjálpa fólki til virkni, styðja við fólk með öllum tiltækum ráðum, sálfræðiþjónustu og öllu því sem að okkar færasta fólk hefur fram að færa á þessu sviðinu, til þess að bæta líf þessara einstaklinga og sjá til þess að á almannatryggingakerfið þurfi ekki aðrir þeir að treysta en þeir sem að lenda í alvöru áföllum og við gátum aldrei komið í veg fyrir. Þetta stórmál. Höfum það í huga, eftir því sem þessi vandi vex, þeim mun erfiðara verður fyrir okkur að hjálpa hinum sem raunverulega hafa lent í slysum og meiri háttar áföllum og þurfa á styrk kerfisins að halda. Þetta skiptir miklu. Þessi vandi ekki bundinn við unga drengi, svo það komi nú fram, en sá vandi áberandi og hann vaxandi og hér bæta síðan við ýmis önnur tilvik. Þriðjungur öryrkja glímir við geðræn vandamál og við höfum skyldu til þess að bregðast hér við. Góðir fundamenn, við vitum að efling menntakerfisins og aukin nýsköpun eru lykillinn að því að skjóta frekari stoðum undir hagvöxt og þar með almenna velferð til framtíðar. Næsta stóra og mikilvæga stoð hagkerfisins mun samanstanda af tækni og nýsköpunargreinum, rannsókna og þróunar starfsemi og skapandi greinum. Tímarnir breytast ört í þessu efni. Það ekki langt síðan var ráðstefnu þar sem að fyrirlesarinn dró upp símann og sagði reiknigetan í þessum síma meiri heldur en í fyrsta flugfarinu sem lenti á tunglinu. Og tímarnir breytast ört. Þess vegna eigum við að hlúa þeirri starfsemi sem að snýst vísindi, rannsóknir, hugverkaiðnaðurinn á Íslandi í örum vexti, skapandi greinar, þurfa heilbrigt, sterkt umhverfi til að skjóta rótum. Við erum í samkeppni við aðrar þjóðir með skatta og önnur skilyrði. Við höfum gert mjög jákvæðar breytingar á þessu kjörtímabili sem að einmitt var beint að fyrirtækjum í nýsköpun og fyrirtækjum í vexti. Þetta skiptir máli. Þessu þurfum við að halda áfram, auka hvata fyrir fjármögnun til rannsókna og þróunar og tryggja að sprotar geti skotið rótum og vaxið. Hagsæld á næstu áratugum mun að verulegur leyti ráðast af því hvernig okkur tekst að virkja og nýta eftir nýjum leiðum og í auknum mæli mannauðinn. Enda vitum við að það eru takmörk fyrir því. Því eru takmörk sett. Hvað hægt að ganga lengi á fallvötnin og fiskveiðiauðlindina. Það eru enn svo sem tækifæri. Við sjáum nýsköpunarfyrirtæki einmitt skapa meiri verðmæti ár eftir ár úr fiskveiðiauðlindinni. Og með þessum hætti líklegra að okkur takist einnig að skapa betri sátt verndun náttúruauðlinda okkar til lengri tíma litið. Og við vitum líka að fleiri svið samfélagsins þarfnast athygli. Hér í dag höfum við mikið rætt samgöngur, flugvöllin í Reykjavík, jarðgangagerð, ástand vegakerfisins á höfuðborgarsvæðinu, þörfina fyrir nýja vegi, breikkun vegarins hér suður fyrir og í vestur, suðurlandsvegur, vesturlandsvegur þurfa mikla styrkingu. Þar mesta álagið. Aukin umferð á íslenska vegakerfinu kallar á átak. Og það þarf að halda vel hlutina þannig að við getum forgangsraðað rétt og mætt þeim kröfum sem að þessi mál setja okkur. Góðir fundamenn. Á landsfundi sem var ekki fyrir nema rétt tæplega ári síðan, þá gerði ég helstu atriði utanríkismála okkar Íslendinga að umtalsefni. Ég rakti þá hvernig okkur Íslendingum hefur farnast í margvíslegum ólgusjó alþjóðlegra breytinga á undanförnum árum.
Og ég enn sömu skoðunar á þá, okkur hefur farnast vel sem sjálfstæð og fullvalda þjóð og við stöndum sterkt í samskiptum við aðrar þjóðir. Í EES samstarfinu, í NATO og á fjölþættum vettvangi Sameinuðu þjóðanna og umfram allt með því að standa fyrir utan Evrópusambandið. Utanríkisstefna okkar skýr og stendur á traustum grunni. Við viljum sem víðtækast frelsi í utanríkisverslun og við stefnum áfram að því að afnema viðskiptahindranir. Og það á grundvelli þessara stefnu sem við höfum verið að vinna á undanförnum árum. Þetta stefnan sem hefur leitt okkur til þess að vinna með öllum kröftum að afnámi hafta, fjármagnshafta, að afnámi vörugjalda og við höfum sömuleiðis fellt á brott tolla á innfluttar vörur í stórum stíl. Þegar þessi mál eru tekin saman efast ég að hægt sé að finna annað land í Evrópu sem jafn frjálst þegar kemur að vöruviðskiptum við útlönd. Hér eru engir tollar nema á sum matvæli, hér eru engin vörugjöld lengur til staðar til þess að skekkja samkeppni verslunarinnar við önnur lönd og við stigum í raun og veru tímamótaskref með breytingum á þessum þáttum, vörugjöldum og tollum vegna þess að hefðbundna hugsunin var sú að afnema aldrei neina tolla gagnvart öðrum löndum án þess að fá niðurfellingar tolla hjá sömu löndum á sama tíma. En í mínum huga þetta gamaldags hugsun, hún orðin úrelt og ég ætlaði ekki að sitja í fjármálaráðuneytinu í nokkra áratugi bíðandi eftir því að fá samtal fríverslunarsamning við þetta landið eða hitt og þá fyrst fara að fella niður tolla sem fyrst og fremst að leggjast á okkur Íslendinga sjálfa. Þetta tollur á okkur sjálf. Þess vegna tókum við það burt. Og við getum komið keik að samningaborðinu og farið fram á fríverslun við önnur lönd. Það enn af nóg að taka. Það eru vissulega einhverjir tollar til staðar og við höfum margt fram að færa, framleiðsluvöru sem verður sífellt eftirsóttari allan heim, matvælin svo dæmi sé tekið. Og þessar áherslur sem fylgja utanríkisstefnu okkar eru þær sem við erum með í huga þegar við ræðum að jafna samkeppni og íþyngja hvorki einstaklingum né fyrirtækjum heldur gefa þeim frelsi til að láta til sín taka. Við viljum standa vörð hagsmuni Íslands og með auknu alþjóðlegu samstarfi og þá einkum við þjóðir sem deila með okkur hugsjónum frelsi, lýðræði og mannréttindi, höldum við áfram eftir þessari braut. Og við viljum jafnframt hafa landið opið og frjálst til að tryggja velsæld á Íslandi, eins og með því að einfalda veitingu atvinnuleyfa, eiga þannig möguleika að fá sérfræðimenntaða einstaklinga hingað til lands til starfa og við þurfum líka að taka vel á móti flóttafólki. Því flóttafólki sem hefur rétt til þess að setjast að á Íslandi þurfum við að taka vel á móti og hjálpa því að aðlagast samfélaginu. Við höfum síðan hins vegar skyldu til þess að svara þeim skýrt og skilmerkilega og snögglega eins hratt og auðugt vegna þeirra mannlegu hagsmuna sem undir í hverju slíku máli sem eiga ekki rétt á að koma til Íslands og afgreiða þau mál eins hratt og mögulegt Þetta sú samsetta stefna sem við eigum að fylgja. Þetta stefna sem hefur verið í mótun. Við stöndum frammi fyrir nýjum áskorunum í hverju mánuði reyndar þessar mundir og það hefur verið haldið vel á þessum málum í ráðuneyti fyrst Hönnu Birnu Kristjánsdóttur og síðan hjá Ólöfu Nordal og við munum fylgja þeirri stefnu áfram. Við erum líka stolt af þeirri aðstoð sem við höfum veitt fólki í brýnustu neyð. Við höfum sett milljarða úr landi í flóttamannabúðir til þess að tryggja matvæli, vatn og heilbrigðisþjónustu. Og ég ætti ekki að þurfa að endurtaka það hér sem svo oft hefur verið rætt að í þessum kosningum eins og endranær
erum við með sömu Evrópustefnuna. Við erum þeirra skoðunar að hagsmunum Íslendinga sé betur borgið með því að standa fyrir utan Evrópusambandið. Þetta geta kjósendur verið alveg vissir. Og ég ætla svo sem ekki að eyða mörgum orðum í Evrópumálin hér í dag. Ekki einu sinni Samfylkingin virðist vera með þau á dagskrá. Ég heyri eiginlega aldrei á þau minnst í þinginu. Þetta stóra mál, þetta stærsta mál Samfylkingarinnar, það heyrist ekki lengur hjá Samfylkingunni. Og það er reyndar merkilegt að upplifa þetta allt saman. Eftir allt bramboltið, eftir allt það sem þetta fólk lagði á sig til þess að koma og tróða Íslandi inn í Evrópusambandið, og þá er bara eins og málið hafi horfið af yfirborði jarðar. Þetta var þeirra stærsta mál. Það er ekki mjög langt síðan að þáverandi formaður Samfylkingarinnar sagði að Samfylkingin yrði ekki lítil við það að missa fylgi. Hún yrði bara lítil ef hún hætti að hugsa stórt. Og ég ætla nú ekki að leggja neitt sérstakt mat á þessa skilgreiningu, en ég var nú svona svolítið að vona að þeir myndu halda áfram að hugsa stórt. Ef setja á þetta mál af einhverjum flokka á dagskrá fyrir þessa kosningar, þá tökum við þeirri umræðu opnum örmum. Staðreyndin er sú að lönd eru frekar að sækjast eftir því að komast úr Evrópusambandinu þessar myndir. Það er staðan. Hörðustu Evrópusinnar eru ekki að tala fyrir inngöngu í Evrópusambandið. Ég held að sé önnur mál sem að brenni á kjósendum í þessu landi. Góðir fundarmenn, þetta hefur verið góður dagur fyrir okkur. Það er ávallt gaman að koma saman, ekki síst þegar við tökum málefnin og setjum þau á dagskrá. Ég veit að fyrir mörg ykkar hefur verið líka sérstaklega ánægjulegt, eins og fyrir mig, að sjá hér breiðfylkingu ungs fólks sem er komin í framboð og ætlar að láta til sín taka undir fána Sjálfstæðisflokksins. Ég finn það á ykkur að maður fyllist bjartsýni við að sjá nýja kynslóð koma og vera tilbúna til þess að taka þátt í þjóðfélagsumræðinni á grundvelli þeirra hugsjóna sem við höfum verið að meitla. Og það er líka bara gaman að fá fólk allstaðar á landinu á fund þegar við erum í aðdraganda kosninga og maður fyllist bjartsýni þegar að farið í gegnum alltaf mikla starf sem hefur verið unnið í málefnanefndum. Öllu þessu fólki sem hefur staðið að þessum fundi, skipulagtan, undirbúiðan, unnið að málefnastarfinu og tekið með einum eða öðrum hætti þátt í þessum fundi vil ég þakka sérstaklega fyrir. Og þar með talið er allt starfsfólk Valhallar. Mér langar líka að nota þetta tækifæri til þess að kasta eins konar kveðjuorðum á þá sem eru að hætta á Alþingi. Fundarstjórinn okkar Einar Kristinn Guðfinnsson, forseti Alþingis og ráðherra til margra ára, er að láta af þingstörfum. Hann hefur verið mikill leiðtogi fyrir okkur í kjördæminu en líka á landsvísu og honum hafa farist forsetastörfin alveg sérstaklega vel úr hendi og maður finnur fyrir því að það ríkir mikil velvild á Alþingi í garð Einars Kristins fyrir það hvernig hann á sama tíma heldur á þingstörfunum og stjórnar þeim af festu og mildi. Þannig að það verður mikil eftirsjá af Einari Kristni og það er kannski svolítið dæmigert fyrir það sem ég hef verið að koma inn á hér í dag að leið og Einar Kristinn lætur af þingmennsku að þá fáum við unga glæsilega konu inn á sama listan. Svona endurnýjar Sjálfstæðisflokkurinn sig stöðugt frá einum kosningum til þeirra næstu. En það er fleira fólk sem er að láta af starfi. Illugi Gunnarsson, menntamálaráðherra, sem hefur verið oddviti okkar hér í Reykjavík og leiðtogi Sjálfstæðismanna langt árabil. Nánast er ég farin að óttast að hann fái fráhvarfseinkenni. Hann hefur verið svo lengi viðloðin stjórnarráðið með einum öðrum hætti sem aðstoðarmaður. Við störfum saman í þingflokknum, hann sem þingflokksformaður.
og nú síðast hefur hann verið ráðherra, hann að hætta. Ragnheiður Elín Árnadóttir gefur ekki kost á sér. Hún markaði sín spor í sögu Sjálfstæðisflokksins með því að vera fyrsta konan sem að leiðir lista út á landi. Hún var líka konan sem að fyrst leiddi lista tvennar kosningar sem oddviti. Það merkilegt fyrir sögu flokksins og hún hefur verið öflugur leiðtogi í sínu kjördæmi á þessu kjörtímabili og mun lengur. Og í framvarða sveit kvenna sem að hafa leitt breytingar og haft mótandi áhrif á stefnu flokksins, ekki bara á jafnréttisviðinu, heldur langt út fyrir það og hefur nú síðast sinnt sínu hlutverki vel sem ráðherra iðnaðarmála og nýsköpunar í landinu. Og það annar oddviti héðan úr Reykjavík sem að ekki gefur kost á sér, Hanna Birna Kristjánsdóttir, innanríkisráðherra og fyrrverandi borgarstjóri og leiðtogi okkar hér í borginni. Það verður mikil eftirsjá af Hönnu Birnu sem að hefur haft gríðarlega mikil áhrif, fyrst sem starfsmaður í Valhöll, síðan sem borgarfulltrúi og oddviti, borgarstjóri og síðar varaformaður oddviti okkar hér í Reykjavík og ráðherra. Við treystum að sjálfsögðu á að krafta allra þessara einstaklinga njóti áfram við í störfum Sjálfstæðisflokksins vegna þess að við sjáum þá eldri ráðherrum, þeim sem eru hættir fyrir nokkur síðan, að þeir geta í raun og veru aldrei hætt að skipta sér af. En við skulum leið og ég ætla að biðja ykkur að rísa á fætur og taka vel undir þakkir til allra þessara. Þá ætla ég að minnast þess sömuleiðis að það eru fleiri þingmenn að hætta. Þingflokksformaðurinn okkar Ragnheiður Ríkharðsdóttir sem hefur verið mjög góður samstarfsmaður minn, ekki bara í kjördæminu heldur sem formaður þingflokks og lengi frambjóðandi í suðvesturkjördæmi og vinur okkar allra. Hún gefur ekki kost á sér í þessum kosningum og það eru fleiri þingmenn sem eru að hætta. Öllu þessu fólki ætla ég að biðja ykkur að standa upp og klappa fyrir og þau sitja á meðan. Góðir fundarmenn, okkur ekkert að vanbúnaði. Við höfum góðan stuðning í dag. Við ætlum að sækja enn meiri stuðning. Við höfum verið að slípa til stefnumálin. Við erum með frábæran hóp frambjóðenda. Þá eftir að ganga frá nokkrum smáatriðum eins og til dæmis að samþykkja að ég leiði minn lista. En það eru bara formsatriði. Allt hitt klárt. Starfsfólki í Valhöll fullt eftirvæntingar. Við hlökkum öll til fundar með kjósendum. Við erum á réttri leið og við förum alla leið.